Opnunarhátíð Hörpu hófst í kvöld og tónlistarveisla verður þar helgina. Á morgun verður 12 tíma dagskrá í húsinu frá hádegi til miðnættis. Bein útsending í útvarpi og sjónvarpi í kvöld. Það voru 100 prúfbúinna gesta sem streymdu hingað í Hörpuna 6-leytið í kvöld til að fara á opnunarhátíðina sem stendur reyndar alla helgina. Það fyrsta sem tók á mótinu var hávær bumbusláttur mótmælenda sem vildu minna þau á félagslegt óréttlæti og ójöfnuð í þjóðfélaginu. Opnunarhátíðin hófst klukkan 6 og stendur fram eftir kvöldi. Mótmælendur settu sinn svipa á upphafið. Á milli 20 og 30 manns höfðu stillt sér upp við aðalinngang Hörpu með skilti og tunnur og létu óspart í sér heyra. Líka þegar forseti Íslands og eiginkona hans mættu á svæðið. Trumbuslátturinn ómaði í andirinu en í stóra salnum mátti heyra saumnál detta þegar Katie Buckley hóf einleik á Hörpu. Síðan var komið að því Icelandic Wonderbrass með fanferi fyrir Hörpu eftir Daníel Bjarnason. Sinfóníuhljómsveitin tók svo við. Á morgun verður opið hús í Hörpu og 12 tíma dagskrá frá hádegi til miðnættis. Á sunnudaginn sérstakur barnadagur í húsinu, þar sem boðið verður upp á brot af því besta sem börn og unglingar í grunnskólum og tónlistarskólum borgarinnar hafa verið að gera í vetur.